Við erum hérna með eina mömmu sem að horfa á æfingu hjá strákunum, 10-11 ára í körfubolta og þú heitir? Ég heiti Gyða Árna. Sem finnst þér þess virði að koma hingað og horfa á strákinni í íþróttum? Finnst þér þess virði að vera berjastur og að hafa krakka í íþróttum yfir höfuð? Ekki spurning, bara að gera leyfa að gera sem mest. Þetta þroskar? Það gerir það, já. Þú fær nú eitthvað töluvert út úr þessu sjálfu, eða ekki? Jú, enda ég með 3 íþróttum, þannig að ég fylgist mikið með. Já, þannig að það nóg að gera? Já, það það. Ertu sáttu eins og hérna, nú eru stödd hérna á æfingu hjá það sem að Ágúst Guðmunds þetta náttúrulega gamall og reyndur þjálfari úr boltanum, ertu ánægð með hann? Mjög svo, þekkja lítið en hann lofar góðu. Þannig að þú ert bara sæl og ánægð með veruna hjá drengnum hérna í körfubolta? Já, mjög svo. Og ég vil skila þakki til Akureyrarbæjar með ávísanirnar, en að mínu mati finnst mér þær mætti byrja seinna og vera út grunnskóla aldurinn, til að bara fá alla krakka til að halda áfram. Og það náttúrulega, eins og allir vita, þá náttúrulega dýrar að æfa eftir því sem þú verður eldri? Já, það það, og allar ferðir miklu dýrari. Herru, takk fyrir kjalla og gangið vel. Takk sömuleiðis. Við erum hérna eina mömmu til viðbótar sem að horfa á strákinn sinn í körfubolta og þú heitir? Ég heiti Hólmfríður Sveinmarsdóttir. Sem Hólmfríður, þú ert núna að horfa á strákinn hérna í körfubolta. Finnst þér þetta þess virði að vera að leggja á þig að leyfa honum að æfa körfubolta? Já, mér finnst þetta bara alveg frábært og þegar hann fann sig í íþrótt sem hann bara var ánægður í, þá við foreldrarnir rosalega ánægð. Ertu að þessu félagskapsins vegna fyrir hann eða áttu þið draumu að hann verði einhver stjarna eða bara á meðan Bara akkurat, bara meðan hann ánægður í körfuboltanum og félagskapurinn og þegar hann dafnar og líður vel hérna í þessum hópi hérna með Gústa, þá þetta bara alveg frábært. Við gerum enga kröfu til hans, alls ekki. Já, þú nefnir Gústi, þetta náttúrulega maður með reynslu, þú sáttu hann? Hann alveg frábær og hann alveg bara frábær þjálfari fyrir strákana og við erum búin að horfa hérna, ég búin að horfa á margar æfingar og þetta bara algjör, þetta bara frábær strákur sko. Getur hérna, finnst þér umgjörðin í lagi, vel staðið á þessu? Rosalega, ég rosalega ánægð með hérna, mér finnst það vísu skemmtilegast að horfa á æfingarnar hérna í síðuskóla. Mér finnst þarna umgjörð alltaf skemmtilegast hérna, en það hlúð og rosalega vel að þeim strákunum. Já, þannig að þú getur alveg hiklaust mælt með því að hérna krakkar komi og pröfi þetta? Bara endilega, vegna þess að þetta alveg frábær, því miður þá hefur þetta orðið svolítið undir í íþróttunum að körfuboltinn sé ekki nógu vinsæll, en þeir krakkar sem að koma að prófa, þeir endast alveg í þessu og sumir að æfa aðrar íþróttir þó þeir séu í körfunni sko, og það á alveg vel saman. Þannig að þú ert sátt mamma? Rosalega, og ég á fleiri börn í körfunni og þetta bara besta sem hefur komið fyrir okkur að þeir skildu finna sig í þessar íþrótt og þetta bara meiri áttar. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis. Það hérna á æfingu hjá 10-11 ára strákum í minni bolta hjá Þóri körfubolta. Segðu mér strákar, hvað heitið þið? Róbert. Eyþór. Baldur. Strákar, körfubolti skemmtileg íþrótt? Já, mjög skemmtileg. Rosalega. Já, rosalega skemmtileg sko. Strákar, ef einhver á ykkar aldrei myndi nú vilja fara að byrja að æfa, hvernig takið á mótum? Takið vel á móti nýjum strákum? Mjög vel, já. Já, bara mjög vel sko. Hvað segir mig Gústa? Þetta náttúrulega gamall reifur úr boltanum, þetta góðu þjálfari? Mjög góð, frábær þjálfari. Hann nákvæmlega frábær sko. Hann kann þetta? Já, hann kann þetta. Strákar, takk fyrir að ganga ykkur vel. Já, bye. Bye. Strákar, hvað heitið þið? Ómar, Smári, Július. Strákar, það var fjör og æfingu áðan, þetta gaman? Já. Eins og ég spurði strákan áðan, hvernig takið á móti nýjum strákum sem kom í körfubolta? Bara mjög vel. Vissu að Gústi nú gamall í boltanum og var landsfrægur hérna einu sinni sem þjálfari? Já. Já, hann pabbi, það ekkert alveg, þannig að þú veist allt þetta? Já. Færið það engan afslátt á æfingum hjá honum eða lætur hann þig að hafa það líka? Já, hann lætur mig hafa líka sko. Strákar, takk fyrir að ganga ykkur vel. Já.
Blessfell. Seljaströkkar, segir mig nöfnin á okkur. Eyþór. Gunnar. Sindri. Strákar, eigi ykkur uppáhaldslið í NBA-boltanum? Nei. En segir mér eitt, eru við samt ekkert að fylgjast með NBA-boltanum eða eru við bara bestir hérna heima? Já, ég held það sko. Hvernig líst þér á gengi á stóru strákunum okkar hérna í meistaraflokki? Þeir töpuðu mikið framan á og nú eru komin á skrið, líst þér samvel á þetta? Já, mér líst mjög vel á þetta. Er gaman í körfubolta? Já, mjög gaman. Og þannig að þið getið mælt með þessu sem íþrótt fyrir stráka á ykkar aldri? Já. Tekið vel á móti öllum? Já, við viljum endilega fá fleiri. Já. Strákar, segir mér, hverjir verða Íslandsmeistari hérna í Iceland Express deild karla og kvenna? Hverjir haldið að verði lyft í stóra bikarnum í vor? Ætli það sé ekki Þórsarar? Já, Þórsarar. Þór. Sjálf. En já, flott. Strákar, gangi ekki vel og takk fyrir. Já, takk. Strákar, nöfnin ykkar eru? Helgi. Og þú heitir? Samuel. Eru búin að æfa lengi í körfubolta? Bara þennan vetur. Og gaman? Já. Mjög gaman. En þú ertu búin að æfa lengi? 2 ár. Og bara sáttur? Já. Strákarnir hérna áðan, sögust ekki að fylgjast með NBA, eru þið að fylgjast með? Nei. Þið bara að fylgjast með hérna heima? Já, ég fylgst hann ekkert með körfubolta. Þú bara æfir hann og þetta er gaman? Já. En bara þá fylgjast þið með enska boltan? Já. Og hver eru heitastir þær í dag? Manchester City. Þetta líkaði mig vel, þetta gleður mig, en hjá þér? Ég er ekki að fylgjast með því. Þú ert ekkert að fylgjast með þér, alveg slett sama. En getið mælt með að strákar ykkar aldrei komi í körfubolta? Já. Tekið vel á móti? Já. Strákar, takk fyrir gangi vel og áfram Manchester City eða ekki og Þór? Jú. Já. Góður, takk. Bless. Jæja, sælir strákar. Félagin sem ég talaði þetta við undan, hann sagði áfram Manchester City, ég segi að þú ert í einhver öðru. Já. Þú heitir? Andreas. Og hvað heitir þú? Einar. Strákar, eru búin að æfa lengi í körfubolta? Nei. Þetta er fyrsta árið mitt. Og gaman? Já. Gústi sæmilega skemmtilegu þjálfari? Já. Getið þið mælt með að strákar ekkert aldrei komið í körfubolta? Já. Já. Strákar, takk fyrir að gangið vel. Takk. Hérna erum við komið með Ágúst Herbert Guðmundsson sem hefur marga fjörun og sopið í körfuboltanum. Gústi, einu sinni varstu heitasti þjálfarinn á Íslandi í efstu deild. Núna ertu bara komið hérna með 10-11 ára gutta. Er þetta gaman? Já, þetta er mjög gaman. Þetta er ég var svona báðum áttum hvort ég ætti að taka þetta að mér núna í vetur. En svo þegar ég lagði á stað og þá var ekkert aftur snúið, ég er bara komin í gírinn og þetta er bara mjög gaman. Já. Það er náttúrulega, það er ekkert að spyrja, það er mikil munur á að þjálfa fullorðna kalla eða þessa stráka en ánægðin er kannski alltaf til staðar jafn mikil. Já, ef maður hefur ekki gaman að þessu þá er betra að sitja heima. Og munurinn er kannski ekki svo mikill þegar öll er á botni kvöld en það eru aðrar áherslur. Maður verður að leggja upp með svona skemmtanagildið hér og hafa góða blöndu á hvoru tveggja, aga og svo leik. En hérna náttúrulega kannski má segja að þú setti í svona, nú ætti að byggja grunninn undir það sem koma skal, hann að mæðir mikið á mönnum eins og þér að kenna grunnatriðin. Það gerir það sko og ég hef alltaf sagt að því fyrr sem að sæmilegi þjálfara komast að svona krökkum því betra og ég var nú með yngjaflokka hérna í mörg árum áður og þá hefði ég vilja byrja fyrr en já, nú er ég komin í þá stöðu þannig að það er gaman að sjá hvernig þetta fer allt saman. Gústi, þetta gengur alltaf hringi, hérna fyrir margt löngu varst eins og ég var að segja, hún byrjar í unglingaráði og svo fórst að verða meistaraflokksþjálfari og svo ertu komin í að þjálfa yngjaflokka og þú ert áfram í unglingaráði og stýrið því eða vextur það yfir góðum hópi manna. Já, ég lét til leiðast þar líka og fekk með mér mjög góða stráka sem að allir þekkja innra-starfið félaginu til langs tíma. Þannig að við erum hérna til að hafa gaman að þessu sem stjórnarmenn. Þannig að þetta gengur vel og við erum að ná að þoka þessu svona upp á við
aukningu yngri flokkana og erum bara að reyna að þétta starfið, já. Þannig að það er gaman í unglingaráði? Já, það er bara gaman. Gústi, takk fyrir og gangið ykkur vel. Takk fyrir það. Okay,